Gleðilegan hvíldardag, kæru gestir, gaman að sjá okkur öll, hjartanlega velkomin. Feliz sábado, queridos amigos, bienvenidos, me da mucho gusto ver a todos ustedes. Dear friends, happy Sabbath, I'm really enjoying seeing you all here. Við skulum byrja á því að biðja saman. Kæri faðir, ég þakka þér fyrir þessa stund, við þig að leiða okkur hér og blessa. Viltu vera hér mitt á meðal okkar í Jesú nafni. Amen. Skulum byrja að syngja sálmi númer 64, Vorn heim á Herran Guð. Fyrir að hafa hérna hljómsveit með okkur í dag, eða kvartett má segja, ásamt píanónum. Nú skulum við syngja sálmi númer 4a, Jesús mér. Thank
Drottin er dásamlegur. Við skulum rísa á fætur og lesa á ritningaversinu saman Lukas 15, 8-10. Vamos a ponernos de pie y leer en Lucas 15, 8-10. Let's read together Lucas 15, 8-10. Þetta eru orð sem ræðumaðurinn hefur valið sér í dag. Eða kona sem á 10 drakmur og tínir einni drakmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðjist mér því að ég hef fundið drakmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnuður með englum Guðs yfir einum syndara, sem gjörir iðrun. Við skulum biðja. Kæri Faðir, ég þakka þér fyrir það að þú gafst líf þitt fyrir okkur. Og við viljum fagna sköpuninni og fagna frelsuninni sem þú gefur okkur á þessum degi, þessum dásamdardegi, hvíldardegi sem þú gefur okkur. Ég bið þig, Drottinn minn, að vera með ræðumannunum þegar hann talar til okkar. Megi orð hans ná til hjarta okkar. Megi þín heilagi andi vinna í okkur. Vilt þú gera okkur að þínu lærisveinum að við mættum vera ljós fyrir aðra í þessum heimi og vilt þú blessa og vera með öllum þeim sem komust ekki hér í dag. Vilt þú vera með þeim sem eru sorgmæddir, einmana, fátækir, sjúkir og viltu leiða okkur þangað til þess að vera blessun sem að þörf á. Í Jesú nafni. Amen. Þá það sálmurinn, sælir þeir sárt til finna, 223.
Ya, nu kommer jag till att taka upp gjafir. Ahora vamos a dar la ofrenda. Það renna til safnaðarsjóðs. Esto va a ser para este edificio y mantenimiento. Við skulum biðja. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir þessar góðu gjafir. Þakka þér fyrir að þú gefur okkur tækifæri til að gefa. Viltu blessa þessar gjafir og margfalda og gefa þær megi verða starfi þínu til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir. Einhverjir krakkar hérna inni? Hay niños aquí adentro? A ver. Unos cuantos. Ef við ekki að syngja sálminn Jesús hann nos elskar öll. Vamos a cantar y si quieren venir hasta acá atrás, hasta adelante, adelante. ¿Qué eso vel, krakkar? Gaman að sjá svona marga krakka. Gjör svo vel, Jóel. Ég ætla svo að þýða yfir á spænsku og það ensk þarna aftast. English is with headphones. Jæja, krakkar, nú ég komið með svolítið sem ég vil sýna ykkur. Mira, niños, les voy a mostrar una cosa muy interesante. Vitið þið hvað þetta er? ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso? Já. Una moneda, ¿verdad? Moneda, já, peningur. Una moneda. Hvað gerir maður með pening? ¿Qué hace uno con una moneda? Alveg rétt. Maður getur keypt Sí. með pening. Podemos comprar cosas con monedas.
Lefðu mér að spyrja ykkur að svo litlu. Quiero preguntarles una cosa. Ég hérna með kassa fullan af mold. Aquí tengo una caja que está llena de tierra. Og við ætlum að taka peningin Vamos a agarrar la moneda og við ætlum að tína honum y lo vamos a perder í moldinni. en la tierra. Nú getum við ekki séðan lengur. Ya no se puede ver. Hvað er peningurinn núna? Ahora, ¿dónde está la moneda? Hann er í moldinni. En la tierra, sí. Alveg rétt. Getum við keypt eitthvað fyrir hann núna? ¿Ahora se puede comprar algo con la moneda? Nei, alls ekki. Hvað þurfum við að gera? ¿Qué tenemos que hacer? Alveg rétt, við þurfum að finna hann. Tenemos que buscarlo. Til þess að finna hann Pero para buscarlo, kom ég hérna með lítinn sóp. traje una escoba. Og það sem við ætlum að gera Lo que er vamos a að hacer- finna peningin. Vamos- Vill einhver hjálpa mér að finna peningin? ¿Alguien quiere ayudarme para buscar la moneda? Já, margir vilja. Herru, kannski Muchos vilt quieren. þú finna fyrir mig peningin? A ver, tú, ayúdame a buscar la moneda. Já, hún sópar vandlega. Mira, está barriendo. Muy Þangað bien. til hún finnur hann. Hasta que lo encuentra. Hann hlýtur að vera þarna inni einhvers staðar. Está ahí, pero quién sabe en dónde. Já, hún sópar vandlega. Mira, está barriendo diligentemente. ¿Dónde está? Er hann bara horfinn? ¿Qué? ¿Ha desaparecido? Það getur ekki verið. Hann puede hlýtur ser. að vera þarna. No puede ser, por ahí anda. Já. Ég er vissum að fullorðna fólki kannast við þessa sögu. Y estoy seguro que los adultos reconocen esa historia. Er hann bara horfinn? ¿Qué? ¿Ya desapareció? Sí. Ó, nei. A ver. Hvað gerir maður þá? Entonces, ¿ahora qué se hace si no se encuentra? Maður verður bara að halda áfram að sópa. Uno tiene que seguir simplemente Það barriendo. getur nefnilega tekið tíma. Porque esto puede tardar. Stundum gerist það ekki eins fljótt og maður vill. A veces no pasa tan rápido como uno quiera. Þá fá hin börnin líka tækifæri til þess að prófa. Y así los otros niños van a tener oportunidad de probar. Fannst hann? ¿Se encontró? Já, maður sjá. Sí. A ver. Þarna var hann. Ahí estaba la moneda. Takk fyrir hjálpina. Muchas gracias por tu ayuda. Vitið þið hvað, krakkar? ¿Saben, niños? Við erum svolítið eins og peningurinn. Nosotros somos así, un poco como una moneda. Og Guð langar til þess að finna okkur. Y Dios quiere encontrarnos. Og hann hættir aldrei að reyna að finna okkur. Y nunca va a dejar de buscarnos. Af því að hann elskar okkur svo mikið. Porque nos ama tanto. Og þegar hann finnur okkur Y cuando nos encuentra og við komum aftur í hendur hans, y otra vez estamos en su mano, þá verður hann svo glaður. se pone muy feliz. Munið eftir því. Acuérdense de eso. Takk fyrir, krakkar. Gracias, niños. Pueden ir a sus asientos. Já, þannig getur það stundum verið að hlutirnir taka tíma. A veces es así que tarda tiempo unas cuantas cosas en la vida. Hann er að líka stundum með okkur og hvað Guð varðar. A veces es así con nosotros también y Dios.
Stundum tekur lengri tíma fyrir suma að tilenga sér Guði en öðrum. Puede que tarde más tiempo para unas personas que otros a dedicar su vida a Dios. En Guð gefst aldrei upp. Pero Dios nunca se rinde, nunca se deja rendido. Við skulum biðja. Vamos a empezar con una oración. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan dýrða dag. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por este día tan bello. Ég bið þess að þú sért með mér nú, meðan ég tala þessi orð til þessa fólk sem komnir til að heyra. Te pido que estés conmigo mientras que yo le hablo a estas personas que han llegado aquí. Að heyrendur mega hljóta blessunar frá þér í dag. Que ellos puedan recibir bendiciones tuyas el día de hoy. Í Jesú nafni. Amen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Það kom einu sinni fyrir að ég fann einu sinni athyglisverða auglýsingu á einni verslunarvefsíðu. Una vez encontré un anuncio muy interesante en una página comercial. Ungur háskólanemi sem hét Adam Berkeley setti upp athyglisverðan hlut á eBay. Un estudiante de universidad que se llamaba Adam Berkeley puso un anuncio en eBay muy interesante. Uppboðið hófst á aðeins 5 cent en endaði á 400 bandarískum dölum. La subasta empezó con 5 centavos y terminó con, ¿cuál var síðasta talan? 400. $400. Sem 54.500 íslenskar krónur. Son como, ¿cuánto? 54.500. Son como 54.500 coronas. Og hver var þessi hlutur sem Adam Berkeley seldi? ¿Y qué era lo que Adam Berkeley vendió? Á auglýsingunni stóð En el anuncio decía ein 20 ára gömul sál. Un alma de 20 años, Varla notuð. casi no usado. Ungi maðurinn hafði selt sál sína á eBay. Entonces el joven había vendido su alma en eBay. Adam hafði þetta að segja sál sína. Adam tenía eso que decir sobre su alma. Ég vil að kaupandinn átti sig á því að ég tek enga ábyrgð á ástandi sálarinnar eftir borgun. Quiero aclararle al que compra, que yo no tomo ninguna responsabilidad sobre el estado del alma después del pago. Eins og þá hún í góðu ástandi fyrir utan fáeinar skrámur. Hasta ahorita está en buena condición, aparte de unas cuantas rayas. Og vitið þið hvað? Þetta ekki í fyrsta skipti sem að verslunarsíður eru notaðar til sölu sála. Y no es la primera vez que se usa páginas comerciales en el internet para vender almas. Talsmaður eBay hefur sagt að slík uppboð eru yfirleitt stöðvuð. El que habla por eBay dice que ese tipo de ventas ellos lo paran por lo regular. Og sem sagt að upphleðsla Adams hefði einfallega sloppið í gegn að óvöru. Y simplemente la venta de Adam simplemente pasó sin que lo vieran. Og höfum eitt á hreinu, auðvitað ekki hægt að selja sál sína í raun og veru. Y si lo tenemos, hay que tener eso bien en claro, que realmente no se puede vender un alma. Fyrsta Mósebók, kapli 2, vers 7 hefur þetta að segja. Vamos a Génesis, capítulo 2, ¿cuál vers? Vers 7. Versículo 7. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar, blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente.
Svo sál ekki eitthvað sem við höfum, sál eitthvað sem við erum. Así que un alma no es algo que tenemos, sino un alma es lo que somos. En Adam hann gerði þetta sjálfsögðu aðalega upp á grínið. Pero Adam, el muchacho, lo hizo nada más por broma. En það fékk mig samt aðeins til þess að hugsa hversu mikils virði við erum í raun og veru. Pero esto me puso a pensar, ¿qué tanto valor tenemos realmente? Hvernig myndi þér líða ef að þú kæmist að því að þú væri eingöngu 54.000 króna virði? ¿Cómo te sentirías si te dieras cuenta que solo vales 54,000 coronas? Hve mikils virði eru við í raun? Þetta langar mig til þess að skoða með ykkur í dag. ¿Qué tanto valen de verdad? Eso es lo que quiero averiguar el día de hoy. Til þess að komast að því þá þurfum við að vita tvennt. Para saber eso hay que saber dos cosas. Hver framleiðandinn okkar? ¿Quién es el productor de nosotros? Og hvers vegna vorum við framleidd? ¿Y por qué fuimos producidos? Já, ef við tökum Biblíuna sem okkar grunn, Si usamos la Biblia como nuestra base, þá hefur Jesaja spámaður þetta að segja þessar spurningar. entonces Isaías, el profeta, tiene respuestas a esas preguntas. Í Jesaja 43, Vamos a Isaías 43, versi 7, versículo 7. finnum við svarið við þessum spurningum. Ahí podemos tener la respuesta a esas preguntas. Hér sem sagt Guð að tala þjóð sína Ísrael eftir að hún kemur aftur heim frá Babilóníu. Aquí Dios está hablando de su nación cuando regresan de Babilonia Og Guð segir, y Dios dice, komdu með syni mína heim úr fjarlægðinni og dætur mínar frá endimörkum jarðarinnar. Sérhvern þann sem við nafn mitt kendur, því að ég hef skapað hann mér til dýrðar, myndað hann og mótað. no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Svo þó að Guð sé hér að tala við þjóð sína Ísrael, þá kallar hann hér á sérhvern þann sem við nafn hans kendur. Aquí está hablando de su nación Israel, pero también dice aquí todos los llamados de mi nombre. Það á við alla sem að trúa honum eða trúa á hann. Eso se refiere a todos los que creen en él. Það á þá við líka þig og mig. Entonces está obviamente hablando también de mí y de ti. Og hvers vegna vorum við sköpuð? ¿Y por qué fuimos creados? Við vorum sköpuð Guði til dýrðar. Fuimos creados para la gloria de Dios. Hvað þýðir það að við höfum verið sköpuð Guði til dýrðar? ¿Qué significa eso? Estar creado para glorificar a Dios. Jesús talar aðeins meira þetta í Matteus 5. Jesús habla un poco más de esto en Mateo 5, Vers 16 segir eftirfarandi. versículo 16. Jesús segir, þannig lýsi ljós yðar meðal mannana, að þeir sjái góðu verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Svo þegar fólk lítur á ykkur, lítur á þig og mig, Entonces, cuando la gente nos mira a mí y a ustedes og sér verk ykkar, sér hvað þið gerið og segið og y ven sus obras y qué es lo que dicen y qué es lo que hacen, þá hugsar það, wow, þvílíkur Guð sem að þið þjónið. entonces piensan, wow, qué Dios tan maravilloso que ustedes sirven. Þvílíkur Guð sem hefur gert ykkur svona. Wow, qué tan grande es Dios de haber hecho a ustedes así. Þetta að vera Guði til dýrðar. Esto es ser para la gloria de Dios. Og til þess vorum við upprunalega sköpuð. Y para eso fuimos creados. Þetta einmitt það sem að Guð vildi,
hvað okkur mannkynið varðar frá upphafi. Eso es lo que quería Dios para nosotros los humanos desde un principio. Að fólk sjáu eða læri að kynnast Guði í gegnum verk okkar, góð verk okkar, að lyndisengum Guð endurspeglist í gegnum okkur. Eso es lo que Dios quería, que la gente viera a través de nuestras obras y de nuestro carácter, que como es Dios. En því miður Pero, þá fjall mannkynið frá Guði, ekki satt? desgraciadamente, como sabemos, la humanidad se alejó de Dios. Og þegar við lítum á mannkynið í dag í ýmsum löndum og líka bara á ýmsa personur, Cuando vemos a la gente, a la situación en el mundo, en muchos países, también en muchas personas, þá ekki allt sem að við gerum Guði til dýrðar, það nokkuð? no es todo lo que está hecho para la gloria de Dios. Ekki einu sinni þegar við lítum í eigin barm, ekki allar hugsanir okkar eru Guði til dýrðar, alltaf það. Ni siquiera si miramos a nosotros mismos, todos nuestros pensamientos no siempre están para la gloria de Dios. En hvernig brást Guð við þessu nýja ástandi sem við mannkynið fundum okkur í? Pero ¿cómo reaccionó Dios a este estado en que nosotros nos encontramos como humanidad? Viðbrögð Guðs sýna hversu mikils virði við erum í raun og veru. La reacción de Dios muestra qué tanto valor tenemos. Og Jesús útskýrir þetta með dæmisögu í Lúkasi 15. Y Jesús explica eso en Lucas 15, Versum 8-10 sem við lásum á það. en los versículos 8 a 10, lo que se leyó hace rato. Taki eftir því sem hann segir. Vamos a averiguar lo que dice. Eða kona sem á 10 drökmur og tínir einni drökmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir, samgleðjist mér því að ég hef fundið drökmuna sem að ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnuður meðal engla Guðs yfir einum syndara sem að gjörir yður. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando lo hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dadme el para bien, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Skoðum þetta aðeins nánar. Vamos a averiguar eso un poco más. Hvað gerur hún til þess að finna drökmuna? Og drachma silfurpenningur. Dracma es una moneda de plata. ¿Qué es lo que hace la mujer para buscar la dracma? Hún kveikir á lampa, Prende la lámpara, hún sópar húsið empieza a barrer la casa og hún leitar vandlega uns hún finnur hana. y busca diligentemente hasta que la encuentra. Fyrst að hún kveikir á lampa, Ya que prende una lámpara, getum við þá sagt að drachman sé týnd í myrkrinu? podemos entonces decir que la dracma está perdida en la oscuridad. Hvað finnst ykkur? ¿Qué es lo que piensan? Ef hún þurfti að kveikja ljós, Si tenía que prender la luz, getur þá verið að drachman sé týnd í myrkri? ¿puede que la dracma esté perdida en la oscuridad? Það getur vel verið, það ekki? Eso puede ser. Það sama á einnig við fólk. También con la gente. Í öðru Kórinthubréfi, kapla 4, Si vamos a 2 de Corintios capítulo 4, þá finnum við Pál útskýra þetta mál. vemos que Pablo está explicando eso. Byrjum í versi 3. Vamos al versículo 3. En ef fagnaðarerindi mitt hulið, þá það hulið þeim einum sem að glatast, því að Guð þessara aldar hefur blindað huga vantrúðara til þess að þeir sjáu ekki ljósið frá fagnaðarerindinu dýr Krist, hann sem mynd Guðs. Það vers 3 og 4. El versículo 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos,
para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Svo silfrið týnt í bókstaflegu myrkri, rétt eins og fólk týnt í andlegu myrkri. Entonces la plata está perdida en una oscuridad literal, así como almas están perdidas en la oscuridad espiritual. Í báðum tilfellum þarf ljós til þess að finna það. Y en los dos casos se necesita luz para encontrarse. Og ljósið kemur með predikun fagnaðar eritisins Jesú Krist. Y la luz viene con la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo. Hér önnur spurning. Aquí hay otra pregunta. Veit silfrið að það týnt? ¿Sabe la plata que está perdida? Þið megið alveg svara. Pueden contestar si quieren. Veit silfrið að það týnt? ¿Sabe la plata que está perdida? Nei, No. það veit það ekki. No, no lo sabe. Og það sama á við margt fólk. Y eso pasa también con mucha gente. Margir hafa enga þekkingu á ástandinu sínu. Muchos no saben la situación en que están. En Guð elskar samt þetta fólk og gerir allt sem hann getur til þess að ljós fagnaðar eritisins nái til þeirra. Pero Dios ama a esa gente y hace todo lo posible para que esa luz pueda resplandecer en su vida. Til þess þarf eitthvað til þess að boða það. Y para eso necesita a alguien que va a predicar. Þess vegna erum við hér sem kirkja Por eso estamos aquí como iglesia, og sem kristnir einstaklingar. como individuos cristianos, Að ljós fagnaðar eritisins geti náð til annara sem í kringum okkur. para que la luz del Evangelio puede llegar a otros individuos alrededor de nosotros. Svo komum við að næsta þætti, hún sópar. Vamos a llegar al otro asunto. Ella barre. Hvenær sópa maður yfirleitt? ¿Cuándo barre uno? Og þið með alveg svara, hvenær Pueden sópa contestar. maður yfirleitt húsið? ¿Cuándo barre uno la casa? ¿Cuando está sucio? En mitt, þegar Sí. það skítugt, það ekki, óhreint. Exactamente, cuando está sucio. Svo silfrið ekki bara týnt í myrkri, Entonces, það týnt í skít. La plata no está perdida solamente en oscuridad, pero también en la mugre. Það hefur verið mengað af ýmsum óhreinendum. Se ha contaminado con mucha suciedad. En hefur silfrið týnt verðgildi sínu? Pero la plata ha perdido su valor. Og þið með alveg svara, Pueden contestar. nei. No. Rétt eins og þessi tíkall sem að týndist í moldinni, hann misti ekkert verðgildi, eða? Así que la moneda que vieron que pusieron en el lodo hace rato no perdió su valor, aunque estaba sucio. Það sama á við fólk. Y eso también se puede aplicar a gente. Til fólk sem hefur tekið margar slæmar ákvarðanir í gegnum lífið sitt. Hay gente que ha tomado muchas malas decisiones en su vida, En það hefur ekki tapað verðgildi sínu í Guðs augum. pero no ha perdido el valor en los ojos de Dios. Páll útskýrir það í Efesusbréfi 2. Pablo explica eso en Efesios número 2, capítulo 2, versi 1-5. en versículo 1 al 5. Þið voru dauð vegna afbrota yða og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girdum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofaði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð auðugur að miskunn, svo mikil var elska hans til okkar að þó við værum dauð vegna misgjörðar okkar, endurlífgaði hann okkur með Kristi. Af náð þið hólpin orðin. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Svo það skiptir ekki máli hvað þú hefur gert eða í hvaða ástandi þú ert nú. Entonces no importa en qué estado estás ahorita o qué has hecho hasta ahorita. Verðgildið þitt það sama í augum Guðs og hann vill hreinsa þig. Tu valor es igual en los ojos de Dios y Él quiere limpiarte. Gefst hann einhvern tíman upp á því? ¿Alguna vez se va a rendir de eso, Dios? Nei, No. það alveg rétt. Nei, rétt eins og konan Así como la mujer sem að leitaði vandlega þangað til hún fann drökmuna. buscó diligentemente hasta que encontró la dracma. Það einmitt það þriðja og síðasta. Y ahora vamos a llegar al tercer punto y al último. Hversu margar drökmur átti hún til þess að byrja með? Munið þið það? ¿Cuántas dracmas tenía desde un principio? ¿Se acuerdan? 10, alveg rétt. 10. Hversu margar tapaði hún? ¿Cuántas perdió de los 10? Einmitt, bara eina. Solamente una. Hún hafði ennþá 90%. Tenía 90%. Það nú býsna gott hlutfall, það ekki, að hafa ennþá 90% af því fólki sem að, Guð hefur gefið þér. Ese es muy buen porcentaje que Dios tiene. En sætti hún sig við 90%? Pero la mujer estaba contenta con 90%. Gerði hún það? ¿Estaba contenta? No. Nei. Hún leitaði vandlega hún fann Buscó týndu drökmuna. Diligentemente hasta que encontró la dracma. Og það sama á við Guð. Y así es con Dios. Guð sætti sig ekki við 90%. Dios no está contento con 90%. Annað Pétursbréf, kapli 3, vers 9 segir. Vamos al segundo de Pedro, kapli 3, vers 9. 3, 9. Og þið þekkið ábyggilega vel þennan texta. Y ustedes reconocen probablemente ese texto. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður, þar að hann vill ekki að neinn glatist, heldur að allir komist til yðrunar. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Og við lásum í enda dæmisögunar að englar Guðs fagna yfir hverjum syndara sem bæta ráð sitt. Y como leímos en la parábola, los ángeles de Dios, ellos festejan cuando un pecador se arrepiente. Það getur tekið svolítinn tíma, Eso puede tardar, rétt eins og við komum stað í sögunni. así como vimos en la historia de los niños. Og kannski þekkjum við fólk sem að týnd drakma í skít. Y tal vez conocemos a alguien que es como la dracma perdida en el lodo. Og við reynum eins og við getum að finna, Y tratamos lo más posible encontrarla, grafa hana upp. sacarla del lodo. Og það getur kannski leitt til, hvað ég segi, maður verður kannski svolítið óþolinmóður á því að bíða. Eso hasta puede causar que seamos impacientes al estar buscando. En konan leitaði vandlega uns hún fann hana. Pero la mujer buscó diligentemente hasta que la encontró. Og þegar hún fann hana þá fagnaði hún mjög. Y cuando la encontró, ella hizo una gran fiesta. En það mun því miður koma tími þar sem að allir munu hafa tekið ákvörðun hvort þeir vilja hreinsast eða ekki. Pero va a llegar el momento que ya está todo decidido, quienes quieren estar limpios y quienes no. Við höfum ekki endalausan tíma. No tenemos el tiempo de toda eternidad de elegir. Og ástæðan að finna í Apostolasögu 17.
Si vamos a Hechos 17, vers 31. versículo 31. Hvers vegna höfum við ekki endalausan tíma? ¿Por qué no tenemos toda la eternidad para tomar esa decisión? Því að hann, sem sagt Guð, hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað, sem sagt Kristur, dæma heimsbyggðina með réttvísu. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón, o sea Jesús, al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Það mun koma upprisa þar sem að Guð mun dæma þá sem að hafa tekið á móti hreinsun eða hafnað henni. Va a haber una resurrección donde Dios juzga a los que sí han recibido al Evangelio y a los otros que no. Og hann hefur sannað þetta fyrir okkur með því að reisa upp son sinn. Y Él nos ha comprobado eso al resucitar a su Hijo. Og vegna þess sitjum við hér í dag. Y por eso estamos aquí sentados el día de hoy. Og við vitum Y nosotros sabemos, að þegar að sá dagur kemur, y cuando ese día viene, þá munu því miður ekki allir kjósa að láta hreinsa sig. no todos van a querer ser limpiados por Dios. Og Guð virðir það val, þó það hryggi hann. Y Dios respeta esta opción, aunque le da tristeza. En þanga til mun hann gera allt sem að hann getur til þess að tína saman eins margar drökmur og hægt Pero hasta entonces Él va a estar diligentemente buscando, va a hacer todo en su poder para buscar a la gente que quiere ser de Él. Það sama á við okkur. Y lo mismo con nosotros. Við skulum ekki gefast upp á fólki. No vamos a rendirnos o perder la paciencia con las personas. Við skulum leita vandlega þangað til að við finnum það aftur. Vamos a seguir buscando diligentemente hasta que los encontramos de nuevo. Svo mín bæn til ykkar þessi spurning. Así que mi oración hacia ustedes es esa pregunta. Þekkir þú kannski týnda drökmu? ¿Conoces tú a alguien que es como la dracma perdida? Þekkir þú eitthvað sem að týnd eða týndur í syndum þessa heims og þekkir ekki ástand sitt? ¿Conoces a alguien que está perdido en pecado de este mundo y no sabe su estado en que está? Kristur notaði þessa konu í þessari dæmisögu til þess að koma þessum sannleik á framfar og hann vil líka nota þig. Cristo usó la historia de esta mujer en esta parábola para darnos a entender eso y quiere usar a ti. Líf þitt ekki bara 50 eða 54.000 króna virði. Tu vida no vale solamente 54,000 coronas. Það kostaði dauða sonar Guðs. Tu vida costó la muerte del Hijo de Dios. Þess mikils virði þú í hans augum. Así vales tú en sus ojos. Nýtum tíman meðan hann endist til að segja sem flestum frá þessum dýrmæta sannleik. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para predicar eso a todos los que conocemos. Takk fyrir og megi Guð blessa ykkur öll. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Við skulum biðja. Vamos a orar. Við skulum biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að opinbera hversu mikils virði hvert og eitt okkar í þínum augum. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por mostrarnos el valor que tenemos en tus ojos. Ég bið þess að þú megi hjálpa okkur, hjálpa öðrum að átta sig á því sama. Te pido que nos ayudes a nosotros a ayudar a otros ver esta verdad. Og við þökkum þér einnig fyrir það að það mun koma dagur þar sem að synd og ílska verður þurrkuð út. Y gracias porque va a llegar el día en que el pecado y la maldad va a ser borrado de la existencia. Og við fáum að samgleðjast með þér í himnaríki og einnig hér á nýskapaðri jörð. Y vamos a poder celebrar junto contigo en el cielo y en la tierra nueva. Við þökkum þér fyrir í Jesú nafni. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Já, takk fyrir þetta, Jóel. Þetta voru virkilega góð orð í tímatöluð og nú skulum við syngja sálmi númer 146. Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Mjög viðeigandi sálmur. Við skulum rísa úr sætum. Drottinn talaði til Móse og sagði: Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig
og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.